Verður þið komin inn í Austurbæðarskóla? Þetta er svona þess að fá það svipna. Heitir það. 516. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn á Tjarnargötu 12 kl. 17 7. mars 2017. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Davíð Páll Viðarsson, Gunnar Þórarinsson, Kristinn Jakobsson, Árni Sigfússon, Magna Guðmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson og bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson. Það eru 2 mál á dagskrá fundarins, en þau eru nr. 1. Fundargerðir bæjarráðs frá 23. febrúar og 2. mars og nr. 2. Fundargerð fræðsluráðs frá 24. febrúar. Tekinni fyrir fyrsti dagskrárliður, en það eru fundargerðir bæjarráðs frá 23. febrúar og 2. mars. Orðið laust. Bæjarstjóri, hvað segir? Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar nú bara til þess að undir þessu lið að vekja sérstaka athygli bæjarfulltrúa sem ekki í bæjarráði á öðru máli fundargerðar 1114. fundar frá 2. mars síðastliðnum, þar sem að bæjarráð samþykkti fyrir sitt leyti sameiningu eftirlaunasjóðs Reykjanesbæjar við Brú lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga. Og stjórn eftirlaunasjóðs Reykjanesbæjar hefur unnið að þessu máli í nokkurn tíma ásamt framkvæmdastjóra og framkvæmdastjóra Brúar, og ég held að þetta sé félagsmönnum eftirlaunasjóðsins til heilla. Við áttum hér fundi í vetur með þeim, þar sem var boðað til eins fundar og þeir mættu hér ágætlega, betur en oft áður, og þar var farið vel yfir málið með félagsmönnum eftirlaunasjóðsins og þeir síðan bennur að láta í ljós skoðun sína og þeir samþykktu þetta allir einróma. Það síðan til þess að ljúka ferlinu þá mun Greta Sigurðardóttir, sem hefur verið framkvæmdastjóri eftirlaunasjóðsins, hún formlega séð hætt störfum, það búið að ganga frá því við hana, en hún samt að vinna svona eins og þarf núna. Það verið að færa gögn og held ég að mjög miklu leyti komið yfir til þeirra hjá Brú, og félagsmenn munu síðan fá kynningar á vefsíðum og ýmsu öðru sem að Brú getur boðið og haldið út í betri þjónustu heldur en kannski eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar gat og hefur gert. Þannig að ég vona svo sannarlega að þetta falli vel í kramið og vil þakka Gretu, ef við munum gera það kannski betur síðar, fyrir mjög gott starf. Hún hefur rekið þennan sjóð og annars þetta starf með hjartanu, vil ég segja. Alltaf verið búin og þjónust á félagsmenn sjóðsins mjög vel. En ætlunin sem sagt að það nú ekki búið að tímasetta, við þurfum að halda ársfund núna undir vorið. Eftirlaunasjóðsins og farið yfir ársreikning 2016 og þar með formlega munum við kveðja hana og þá á þessu ferli að vera lokið, og þar með líka starfi stjórnar eftirlaunasjóðsins og þetta hverfur allt inn í Brú. En mér langaði bara, forseti, að vekja athygli á þessu, þannig að bæjarfulltrúum sé ljóst að við erum að ganga frá þessu máli þarna. Kristinn Jakobsson. Fundarstjóri, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar að vekja máls á fyrsta lið í fundargerð frá 2. mars 2017. Það að segja United Silicon í Helguvík, og ég bara ætla að lýsa yfir áhyggjum mínum af ástandinu í Helguvík. Það eins og þeir hafa ekki náð tökum á tæknina þarna, en þeir lofa bót og betrun, og umræðan í samfélaginu sem maður heyrir að þolinmæði íbúa á þrotum gagnvart þessu fyrirtæki eða þessari starfsemi. Og maður heyrir það líka að Thorsil, þeir sem eru að vinna í
að koma því kísilveri á stað, þeir séu í vandræðum með að fjármagna dæmið. Og ég hef heyrt bara íbúa hlakka yfir því, bara þakka fyrir það að það skuli vera svo. Og ég bara lýsa áhyggjum yfir því að fyrirtæki United Silicon, eða Sameina Silicon eins og það heitir á íslensku, sé ekki að ná tökum á þessari tækni. Þátt fyrir lofum bót og betrun að þá eins og það gangi ekki upp. Þeir eru að tala um einhver 6 mánaða bið og Umhverfisstofnun, við fengum Umhverfisstofnun, fulltrúa Umhverfisstofnunar á fund bæjarráðs og þeir eru, Umhverfisstofnun er líka alveg á mörkum að bresta þolinmæði gagnvart fyrirtækinu. Og mér þykir það mjög alvarlegt að það skuli vera svo að gangur fyrra kísilverið sem sé að hafa áhrif á seinna kísilverið og verð bara lýsa yfir því að mikið að miður en ég skil íbúana mjög vel að þolinmæði þeirra á þrotum og mér finnst það að vera svona samdóma allavega í bæjarráði að það sé þolinmæði líka nánast hún sé orðin takmörkuð gagnvart fyrirtækinu. Það ekki fleiri sem kveða sér ljós. Mér langar kannski bara í framhjálalaupi eftir af því að það hálfa mánuði síðan við vorum hérna síðast að minnast á skemmtilega uppákomu sem var hér í sveitafélaginu sem var árshátíð í Reykjanesbæjar. Alveg ótrúlega skemmtilega árshátíð og með fjölda upp á held ég 900 manns og uppsetningin á þessari árshátíð var með allt öðrum hætti heldur en verið yfir. Frjálsleg og við sátum ekkert í borðs heldur flökkum húsið og gætum okkur á veitingum og hverri stoppistöðin á fætur annarri og hittum fjölda manns og gátum spjallað og hlegið og dansað og haft gaman og ég vil bara hrósa þeim stafamönnum fyrir utanumhaldið þetta allt saman. Þetta stóðst alveg með glæsibragð og miklu megnaði og því hljómafólki mikil sóma að hafa staðið að þessu með þessum hætti. Það sýnir okkur það líka bara að við getum tekið á móti mjög stórum hópum inn í stafbánu hljómahöllina og mér sagt að við getum og höfum leyfi til þess að taka við allt að, rúmlega 1000 manns, 1100 manns. Ef að ásettingin verður sett upp eða veisluhöldin verða sett upp með þeim hætti sem var gert núna. Þannig að þetta eykur möguleika okkar til þess að laða að stærri hópa. Nú en þeir sem samþykktu geta fundargerð bæjarráðs eru bænir að gefa merki. Það eru samþykktar 11.0 og þá er komið að fundargerð fræðsluráðs frá 24. febrúar orðið laust. Friðjón Einarsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins undir fundargerð bæjarráðs undir fundargerð fræðsluráðs að eiginlega fagna samstöðu í skólamálum hérna í Reykjanesbæ hjá okkur. Það gengið vel hjá okkur undanfarnum árum og samstaðan hefur verið mikil í bæjarstjórn að efla fræðslumálin og standa vel að þessu. Og ég minnist með hlýhug þeirra fundar sem var í Hljómahöll þar sem nánast allir kennarar í Reykjanesbæ mættu til skrafs og ráðgerða og fyrirhugaður núna fleiri vinnufundir með kennarum þar sem menn að setja á blað hugmyndir sínar framtíðina og hvernig við getum bætt skólastarfið. Mér langar líka að koma inn á það að nú förum við að byggja nýjan skóla og vonandi verður það gengur það vel þegar svo ákvörðun verður búið að taka svo ákvörðun en það er náttúrulega mjög spennandi að fara að byggja nýjan skóla í nýju hverfi og ég veit að íbúar í Njarðvík bíða eftir því.
Það hefur verið mikið samstæð uppbygginguna og ég vil þakka öllum sem hér eru í bæjarstjórn að hversu menn hafa verið samhljóma í þessu og staðið sér vel að vinna að bestu lausnum. Það er ekki alltaf sem það er svoleiðis. Nú, það var samið ný menntastefna í bæjarstjórn nýlega sem var dálítið öðru sem verið hefur. Það var komið inn samstarf í Fjölbrautaskólann á Suðurnesjum sem ég tel að vera stór skref fyrir okkur og tel að við geta farið mjög lengra þar með því að efla afreksskólann sem þar efla samstarfið nánar og horfa til langrar framtíðar. Íþróttaakademían í Fjölbrautaskólanum hefur vakið athygli og ég veit að félögin okkar hérna í Reykjanesbæ horfa til þess að fara í formlegra samband afreksbrautina þar sem nemendum gefin kostur á því að iðka sína íþrótt samhliða námi. Svona til jafns við það sem þekkt er með tónlistarmenn og tónlistarkennslu. Við eigum að þora að gera breytingar á skólastarfinu ef við teljum að það sé til góðs og mér langar að varpa því fram hérna til ykkar ákveðnu bæjarfulltrúar að við eigum ekki að vera feimin við að breyta. Við höfum tekið stóra breytingar á síðustu 10, 12, 14 árum og spurning hvort að við eigum ekki að reyna að halda því áfram og kannski væri gott og ég hendi hérna inn til ykkar að við breytum tímasetningu í skólunum og leyfum unglingastarfinu í skólunum að byrja klukkan 9-10 á morgnana í staðinn sem byrja klukkan 8 sem allar rannsóknir benda til þess að það sé hagkvæmara fyrir unglingun okkar. Við eigum að þora að gera breytingar, hlusta á þá sem þekkja best til og ég ætla eiginlega að hvetja okkur öll til þess að hugsa þetta alltaf upp á nýtt. Hvernig getum við bætt skólastarfið? Þurfum ekki alltaf að hafa þetta eins og þetta hefur verið. Skóla þarf ekki alltaf að vera klukkan 8-3, 8-2. Víða erlendis hann í 4 tíma, sums staðar hann helmingi lengri. Ég tel að við eigum að hugsa dálítið djarft í þessu og taka skrefið til fulls í að þora. Gunnar Þórðarson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og gestir. Mér langar aðeins til að koma inn á 3. lið í fræðsluráði, þar sem fjallað meðal annars að það fyrirspurn félagsmálin fyrir nemendur á skólatíma. Ég vil aðeins drepa á það að það sem við höfum séð í sambandi við þessar teikningar sem við höfum verið að fjalla varðandi skóla í Njarðvík, í Dalshverfi, þá hefur það komið skýrt fram á öllum teikningum að það er mikil áhersla lögð á svæði þar sem að nemendur geta komið saman á kvöldin eða á öðrum dögum en skólatíma. Mér finnst þetta mjög áhugavert að það verið að leggja svona mikil áherslu á þetta. Því að ég minnist þess þegar mín börn voru í Njarðvíkurskóla þá var rosalega mikið félagsstarf og það gagnaðist mönnum meira, þessum krökkum meira heldur margt annað. Við höfum í raun og veru ekki ræktað þetta nóg á undanförnum árum. Höfum pínlítið horfið frá því að vera með félagsstarf í skóla eins og þá gerðist en talið heppilega að vera með þetta á einum stað aðalega þetta fyrir eldri nemendur. Ég minnist þess til dæmis að það var mjög öflugt skákstarf í skólanum sem að skilaði sér í öflugum skákmönnum. Því miður hafa sumir ekki náð því að fylgja því eftir en það vantar kannski öflugra skákfélag hérna. En félagsstarfið þarf í raun og veru að áherslan á því þarf að fara inn í skólana. Það er bara bráðnauðsynlegt. Og varðandi 88 húsið, þá það auðvitað góð hugmynd og falleg og allt það. En ég held að
að við verðum að sætta okkur við það að það gengur einhvern veginn ekki upp í mínum veg allavega. Það nærumhverfið, skólafélagarnir sem að skemmta sér saman. Ef það þarf að hafa svona einhvern bekkjasamkvæmi, þá hægt að keyra alveg á sama hátt og þarf að keyra niður í 88 hús inn í einhvern skólan og vera þar með samkomur fyrir til dæmis elstu bekkinga eða að þaðan af yngri. En ég vildi bara leggja þetta inn í umræðina hérna til þess að menn svona fara að pæla aðeins í þessu meira með hina skólana sem að eru raun og veru ekki með þetta sama rými og verið að teikna upp í þessum teikningum sem að við erum með í sambandi við Dalsskólann. Árni Sigfússon. Virðulegi forseti, ég var ánægður að heyra þann tón sem að formaður bæjarráðs flutti hér skólamál og hvernig við ættum að hugsa áfram og ég held að það sé mjög mikilvægt að við einmitt séum aldrei stöðnuð í einhverju skipulagi. Við höldum áfram eins og höfum verið að gera, þróa okkur áfram og þora að þróa okkur áfram. Það ekki nóg að vera orðin best í einhverju, það er stutt í þá næstu og full ástæða til þess að velta vöngum yfir góðum leiðum. Það ágætur skólamaður Hjálmar Árnason sem hefur mikið talað fyrir skólaþróun og skemmtilegum verkefnum sem gætu vel nýst okkur í grunnskólanum eins og þeir eru að nýtast upp í Keili og svo fjölbrautaskólinn með skemmtilegar nýjungar og möguleika, þannig að þetta eru mjög jákvætt að heyra. Við erum svona á sömu línu með það að ná áfram. Í fræðsluráði síðast þá áttum við fund í Heiðarskóla, verið að fara á milli skóla og það var ánægjulegt að finna þróttinn sem þar er. Þarna er ennþá 400 nemendur, 420 nemendur og í raun og veru hefur Heiðarskóli verið svona flaggskip okkar svona á heildina litið frá því að hann er stofnaður og greinilegt að þar er fullur hugur í mönnum að halda áfram og vinna vel. Þannig að við fundum vel fyrir því. Varðandi þriðja lið, þá var þetta nú fyrst og fremst fyrirspurn hvaða starfsemi eða kynningar mættu í raun fara fram á skólatíma. Það gætu verið mismunandi kynningar og foreldrar vita ekki af því og þetta var svona óbein, án þess að væri verið að nefna sérstök dæmi, að þá var þetta fyrirspurn það. Fræðsluráð taldi að það væri mjög æskilegt að auðvitað hafi skólarnir ákveðið frelsi í þessu en jafnframt æskilegt að foreldrum verði þá kynnt með einhverjum fyrirvara ef að slíkar kynningar eiga sér stað, þannig að foreldrar séu upplýstir hvaða kynningar það eru og geti þá með einhverjum hætti brugðist við eða hafa áhuga á því. Þetta var nú þessi þriðji liður hann fjallaði það. Mér langaði aðeins að nefna drög að fjölmenningastefnu. Við höfum áður rætt það inn í bæjarráði og það var fjallað það í fræðsluráði og fékk fína umræðu þar. Ég held að það sé mjög mikilvægt að setja þar meira kjöt á beinin heldur en svona við höfum sett upp í ágætum drögum sem það liggja fyrir. Og vildi þá sérstaklega svona ítreka að við hugum að því að hafa ráðgjafa sem að eru tala tungu, aðalega pólsku, því að það er sá hópur sem að er stærstur hér og við þurfum að vinna meira með og upplýsa betur og jafnvel eins og við gerðum fréttabréf og annað sem að geti farið til þessa hóps. Þannig að ég vona við séum á þeirri línu saman að styrkja þennan þátt þar líka. Við nefndum líka að það væri ástæða og áttum hér fund með lögreglunni, bæjarfulltrúar og þar var líka nefnt hvort að löggæslan þyrfti ekki að hafa pólskumælandi menn með sér, jafnvel þá bara ráða erlendis frá ef að þörf væri. En þetta er allt hluti af fjölmenningarstefnun okkar, að við séum með stuðning og aðstoð í þessu veigamiklu þáttum. Þannig að ég vildi svona sérstaklega koma þess á framfæri.
Mér langar aðeins að fá að tjá mig fjórða liðin sem Árni var að nefna hér og varðar þessa fjölmenningastefnu sem auðvitað eitthvað sem við erum að leggja mikla áherslu á. Það skiptir okkur máli að þetta sé vel unnið, fjölmenning. Þetta snýr ekki bara að því að við séum að gera eitthvað fyrir erlent fólk, heldur líka bara það sem erlenda fólki að gera fyrir okkur. Og auka hér fjölbreytni í þessu samfélagi, búa til nýja vinkla sem og fullt af flottum hlutum sem kemur með fólki sem hefur annan bakgrunn heldur en við. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við höfum að leggja mikla áherslu á að vanda vel. Við nefndum í bæjarráði til dæmis að það þyrfti að styrkja börn í bæði íslenskukennslu og síðan í móðurmálskennslu til þess að auðvelda fólki aðgengi að því sem hér að gerast. Og ég held að við verðum að leggjast vel yfir þetta og ég tek undir með Árna að það bara nauðsynlegt að gera allt til þess að þessi aðlögun verði sem auðveldust og best fyrir alla, það mun nýtast okkur til framtíðar. En fyrst og síðast að þetta auðvitað mun auka fjölbreytni í þessu samfélagi að við stöndum vel að þessum málum. Þetta ekki bara eitthvað sem við þurfum að vinna, kostar okkur peninga, þetta hjálpar okkur til framtíðar lítið. Það hafa ekki fleiri kvassi ljós þessa fundargerð, bæjarstjóri gerði svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar bara að þið verum að ræða þetta hér, skólamálum, fræðslumálum, þetta nú sá málaflokkur sem stærstur í okkar starfsemi sveitarfélagana og það náttúrulega, við þekkjum þessa reynslu núna undanfarið góðan námsárangur og miklar framfarir okkar nemenda í Reykjanesbæ í PISA-könnun og ágæta frammistöðu á samræmduprófum og allt það, þannig að það ljóst að það að innra starfið hjá okkur sífellt að verða betra og betra og árangur meiri og betri heldur en kannski áður og það vel. Nú þið komið hér inn á ágætu bæjarfulltrúar áðan inn á þennan nýja skóla sem við vonandi sjáum að rísa núna á næstu misserum í Innri-Njarðvík og það línur að skýrast. Við þurfum að vera rosalega vakandi fyrir þeirri fjölgun íbúa sem á sér stað hérna núna hjá okkur og fara að huga jafnvel að næsta skóla, hvar hann kemur til með að rísa. Og að því að það tölur sem við erum að horfa á núna, bara í janúarmánuði og náttúrulega síðasta ári eins og þið vitið að fjölga íbúðum hér 7,4%, rúmlega 1100 manns og í janúar og febrúar tölur eru bara á sömu nótum áfram. Og þessum hópi fylgja að sjálfsögðu börn á skólaaldri og við vorum að fá fregnir af því bara núna í vikunni að það stendur til að taka í notkun upp í Ásbrú núna fjölmargar blokkir næsta haust sem bara verið að standsetja núna nýjum eigendum fyrir fjölskyldu fólk og þeir eru að gera ráð fyrir að íbúðum þar geti fjölgað einhver 100 með tilheyrandi þörf fyrir leik og grunnskóla. Þannig að þó að við séum komin vel af stað í þessum skólamálum í Innri-Njarðvík þá það bara að mínu mati skref í rétt átt. Við þurfum að halda áfram og byrja bara að hugsa lengra og lengra inn í framtíðina. Það ekki síður með leikskóla því að það fjölgar hér börnum á leikskólaaldri líka og Reykjanesbær mér sagt eitt af fáum sveitarfélögum af þessari stærð sem enn með 2 ára aldursviðmið við inntöku inn í leikskóla. Að það eru hinn sveitarfélögin farin að taka börn inn yngri og það líka eitthvað sem við þurfum að fara held ég að huga að. Nú síðan það þetta með kennaramenntunina sem við þekkjum að það kennarar að sækja, eða það eru færri að sækjum í kennaranám, færri sem vilja leggja það fyrir sig. Fjöldi kennara eða fólks með kennaramenntun sem hefur kosið að starfa á öðrum vettvangi og ekki í skólamálum og þetta allt saman þurfum við að hafa
á bakvið eirað og huga að núna þegar við erum að fást við þessa fjölgun, því að það stoðar ekkert að byggja skóla og reisa veggi og vera með hús ef við höfum ekki starfsfólk. Við þurfum að fara vel ofan í þetta og á mánudaginn er kynningarfundur með fulltrúum kennarana í öllum okkar 6 grunnskólum þar sem við ætlum að fara yfir samantekt á þessu niðurstöðum sem að komu fram á fundunum í Stapa daginn sem að hér var minnst á, sem að átti sér stað í lok janúar, og má þá segja að sú vinna sem að lagt var upp með í nýjum kjarasamningi eða síðasta kjarasamningi við kennara, þar að segja þessi þáttur sem kveðið var á í bókunum að bæjaryfirvöld og kennara myndu eiga með sér samtal hvað væri hægt að gera til þess að draga úr álagi á kennari í starfi, auka starfsánægju þeirra og svo framvegis. Það má segja að sú vinna sé núna þá hafin og við þurfum að vinna hana mjög skipulega og halda vel utan að það ásamt þeim fram á vorið og við höfum að skila þessu á okkur fyrir sumarið, ykkur í skýrslu, og það verður vonandi góð sátt. Auðvitað munu koma þar upp atriði sem að kannski við náum ekki samstöðu það má alveg búast í því, en vonandi að þetta starf gangi vel. Þannig að ég segi bara áfram skólar í Reykjanesbæ og kennarar og skólastjórnendur og foreldrar. Við þurfum að halda í þennan góða árangur sem að hefur nást og tryggja að hann haldist og að nýjir íbúar hér njóti sömu aðstöðu og fái góða aðstöðu sem að þeir eiga svo sannarlega rétt á. Takk fyrir þetta. Þeir sem geta samþykkt fundargerð fræðsluráðs frá 24. febrúar, hún er samþykkt 11:0 og þá er dagskrá tæmd og við munum gera hlé á fundinum á meðan að gengið frá fundargerð.
Forseti, 516. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn á Tjarnargötu 12, 7. mars 2017 kl. 17:00. Viðstaddir Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Viðar Páll Viðarsson, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson og Magnea Guðmundsdóttir. Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri, Ásbjörn Jónsson ritari og forseti var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta mál, fundargerðir bæjarráðs frá 23. febrúar og 2. mars 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðirnar. Til máls tóku Kjartan Már Kjartansson, Kristinn Þór Jakobsson og Guðbrandur Einarsson. Fundargerðirnar samþykktar 11. Annað mál, fundargerð fræðsluráðs frá 24. febrúar 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðirnar. Til máls tóku Friðjón Einarsson, Gunnar Þórarinsson, Árni Sigfússon, Guðbrandur Einarsson og Kjartan Már Kjartansson. Fundargerðir samþykkt 11. Fleiri ekki gert. Þeir sem að samþykja fundargerðina er bennum að gefa merki. Hún er samþykkt 11-0. Fundargerðin verður því undirrituð og 516. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er hér með slitið.